Í þessu myndskeiði munum við skoða hvernig meðhöndla skal sjónvarps- og tölvuskjái eftir að tekið hefur verið á móti þeim í meðhöndlunarstöð. Verklag og aðferðir sem við sýnum hér eru byggð á viðurkenndum stöðlum rétta meðhöndlun þessa úrgangs. Þessi flokkur raf- og rafeindatækjaúrgangs innifelur alla skjái og tæki með skjám sem eru stærri en 100 fersentímetrar. Dæmigerð tæki í þessum flokki eru sjónvörp, tölvuskjáir, fartölvur og spjaldtölvur. Skjám er venjulega skipt í 2 flokka, túpuskjái og flatskjái. Áður en við hefjum störf verðum við að klæðast réttum persónuhlífum. Förum nú að vinna! Þegar túpuskjáir eru endurunnir þarf viðbótar persónuhlífar til að hlífa höfði, höndum og fótum við slysum. Meðhöndlun á túpuskjám getur farið fram hvort sem er handvirkt eða í sérstökum tækjum. Tilgangurinn er að fjarlægja íhluti sem innihalda efni sem eru skaðleg fyrir menn og umhverfið eins og blý og kadmíum. Kadmíum er algengt í flúrhúð innan á skjágleri meðan blý er brætt með glerinu og er því hluti af því. Skoðum nú hvaða efni og íhluti á að fjarlægja við afmengun á skjám samkvæmt löggjöfinni. Fyrsta skrefið er að fjarlægja plast- eða tréhlíf tækisins. Viðhafa þarf varúð til að koma í veg fyrir að bakskautslampi brotni áður en hann er fjarlægður. Skjáir innihalda prentplötur sem þarf að fjarlægja ef þær eru stærri en 10 fersentímetrar. Áður en frekari meðhöndlun á prentplötum er framkvæmd skal fjarlægja rafhlöður og þétta sem heyra undir löggjöfina. Þéttar sem á að fjarlægja úr skjám eru eftirfarandi. Þéttar sem innihalda PCB og borðið klófen. Ef hæð eða þvermál þéttis er stærri en 2,5 cm eða svipað stór að rúmmáli. Þéttar sem eru ekki merktir sérstaklega þannig að þeir innihaldi ekki PCB á að meðhöndla eins og þeir innihaldi PCB. Þegar ekki er hægt að bera kennsl á alla þétta sem á að fjarlægja, er rétt að fjarlægja alla þétta af prentplötunni. Áður en túpuskjár er meðhöndlaður frekar, þarf að aflétta þrýstingi af skjánum til að koma í veg fyrir að hann brotni. Næsta skref er að fjarlægja rafeindabúnað, það er rafeindabeina og klafa. Við þessa aðgerð er þörf á sérstakri aðgæslu til að koma í veg fyrir að nokkrar leifar af túpugleri loði við aðra íhluti. Rangt verklag er: magn glerleifa á þessum íhlutum má ekki vera umfram mörk sem tilgreind eru í stöðlum. Leifum af gleri sem ekki er hægt að flokka sundur skal safna saman og meðhöndla með gleri úr bakhlutum túpunnar.
Túpan er flutt áfram til áframhaldandi meðhöndlunar til að hreinsa aðal mengunarvaldana. Áður en glerhlutarnir tveir eru aðskildir er málmræman sem varnar því að túpan springi fjarlægð. Fram- og bakhluta túpunar, eða framgleri og bakgleri, er haldið saman af hluta af glerinu sem kallast glerbræðingur. Algeng aðferð við að sundurskilja glerhlutana er sundurtektar aðferð með hituðum vír eða heitvírs aðferð. Glerbræðingur og bakhluti glersins innihalda mikið af blýi. Aðskilnað á þessum tveimur glerhlutum má framkvæma við votar aðstæður. Hvað eru góð vinnubrögð á þessu stigi? Góð vinnubrögð á þessu stigi aðmengunar fela í sér vel heppnaðan aðskilnað glerhlutana. Nauðsynlegt er að mæla og reikna út hlutfall blýoxíðs af þyngd framglers. Til dæmis, ef hlutfall er hærra en 0,5% þá telst sá flokkur mengaður. Þegar glerin hafa verið aðskilin er málmhlífin eða skuggahlíf fjarlægð. Ef glerleifar eru fastar við hluta sem hreinsaðir eru frá skjánum, þarf að reikna hlutfall glers í járnflokknum. Að lokum er flúrhúð fjarlægð af framgleri með viðeigandi iðnaðarryksugu. Það tilheyrir góðum vinnubrögðum að mæla innihald brennisteinsefnasambanda í glerflokkum frá túpuskjám. Þetta er til að fylgjast með aðmengun á flúrhúðinni í þeim og þar með þungmálmum sem í henni eru svo að gæðastaðlar séu uppfylltir. Framgler inniheldur mikið af baríum og strontíum. Meðhöndlun á flatskjám er annaðhvort að taka þá í sundur í höndunum eða tæta niður í tætara. Markmiðið í ferlunni er að tryggja örugga úrvinnslu og baklýsingun í skjánum. Hún getur innihaldið kvikasilfur sem er mjög eitrað fyrir menn og umhverfi. Baklýsta skjái má finna í ýmsum tækjum á borð við sjónvörn, flatskjái og fartölvur. Ef skjár er tekin í sundur í höndunum er byrjað á að fjarlægja rafmagnssnúrur, plastkassan og aðra hluta sem þurfa sérstaka meðhöndlun eins og prentplötur. Þar á eftir eru þeir hlutar sem birta myndina eins og flatskjárinn, perur og endurskinsþynnur teknir í sundur. Fara verður sérstaklega varlega þegar perur eru fjarlægðar til að koma í veg fyrir að þær brotni. Örugg vinnubrögð innifela. Allar perur, hvort sem þær eru brotnar eða ekki, á að setja í lokuð ílát til að forðast mengun. Forðast skal að perur verði fyrir miklum hita. Nýjustu gerðir af sjónvörpum og öðrum skjám innihalda LED-perur til lýsingar sem eru án kvikasilfurs.
Er eitthvað gæðaeftirlit í þessu ferli? Til að framfylgja gæðaeftirliti í þessu ferli þarf að framkvæma reglulegt eftirlit. Það eru 2 grundvallarskref í þessu ferli. Mælingar eru gerðar miðað við magn. Til að sannreyna gæði afmengunar þarf að ná markmiðum magn íhluta sem þarfnast sérstakrar meðhöndlunar. Markmiðsgildin eru sett fram í evrópskum stöðlum og löggjöf. Frekari aðgerðir til eftirlits eru nauðsynlegar í afmengun á skjám. Þetta á sérstaklega við flatskjái þar sem nauðsynlegt er að mæla magn kvikasilfurs á fyrsta stigi og á lokastigi ferlisins og bera saman við mörk sem tilgreind eru í löggjöfinni. Í þessu myndskeiði sýndum við framgangsmáta við meðhöndlun á sjónvarps- og tölvuskjám og lögðum áherslu á góða starfshætti en bentum einnig á óæskileg vinnubrögð. Þegar við vinnum okkar störf er mikilvægt að hafa ávallt í huga okkar eigið persónulega öryggi og verndun umhverfisins. Við skulum nú í lokin fara yfir helstu atriðin í þessu myndskeiði skjái. Skjáir skiptast í 2 flokka, túbuskjái og flatskjái. Megin mengunarvaldar í túbuskjám eru blýoxíð og kadmíumoxíð en bæði menga umhverfið og eru eitruð. Kadmíum er algengt í flúrhúð innan á skjágleri meðan blý er brætt með glerinu. Í meðhöndlun á túbuskjám á að byrja að fjarlægja rafmagnsnúrur sem og prentplötur og þétta yfir 2,5 cm að stærð. Fyrst skal aflétta þrýstingi af túbuskjá, svo eru rafeindabeinar og klafar fjarlægðir, varast skal að gler brotni og fjarlægja leifar af túbugleri af þessum hlutum. Svo er málmræma fjarlægð og framgler og bakgler aðskilin og skuggahlíf fjarlægð. Mæla þarf hlutfall mengandi efna af þyngd framglers. Blýoxíð í framgleri, hlutfall glers sem er fast við járnhluti og hlutfall brennisteins eru mæld. Flatskjáir eru annarkvort teknir sundur í höndum eða tættir í tætara. Þegar flatskjáir eru teknir í sundur er byrjað á að fjarlægja rafmagnsnúrur, plastkassan og aðra hluti sem þurfa sérstaka meðhöndlun eins og prentplötur. Svo eru flatskjárinn, perur og endurskinnstinnur fjarlægðar. Baklýsing í flatskjám getur innihaldið kvikasilfur. Fara verður sérstaklega varlega þegar perur eru fjarlægðar úr baklýsingu. Allar perur, brotnar eða óbrotnar, eru settar í sérstök ílát. Nýjustu gerðir af flatskjám með LED-perum innihalda ekki kvikasilfur. Í gæðaeftirliti er magn í íhlutum mælt, bæði úr túbuskjám og flatskjám.